Í þessu myndbandi ætlum við að skoða svona típist normaldreift þýði, þannig að segja hópurinn er normaldreifður sem við erum að skoða. Sjá þessara bjöllulega kúrfu. Í þessari normaldreifingu er meðaltalið 1000 og staðalfrávik 200 og einhvern datt í hug í tíma daginn að við getum látið þetta bara verið sykurneyslu framhaldsskólanema á einum mánuði í grömmum til dæmis. En nú er spurningin, hvað allir stór hluti er að borðið minna heldur en 800 grömm af sykri og hvernig getum við reiknað það út? Þá förum við hér og sláum inn normal og veljum efsta lið, normal meðaltal staðalfrávik og x. Sláum inn meðaltalið okkar sem er í þessu tilfelli 1000 og staðalfrávikið sem er 200 og gildið sem við ætlum að skoða 800 grömm og fáum hérna út 0,16 eða 16%. Nú, ef við skoðum þessa dreifingu mynd, það sjáum við hérna, ok, það eru 16% sem eru fyrir neðan 800 hér á myndinni. En hversu stór hluti nemyndina ætli borði á milli 800 til 1200 grömm af sykri? Það er héðan og hingað. Þá vorum við komið með hérna 16% og við þurfum að finna þetta bil hér. Sláum inn sömu skipun. Normal meðaltalið 1000, staðalfráviki 200. Nú fyrir við margir fyrir neðan 1200. Það er hérna 84%. Skoðum þessi 84% hérna á myndinni. Það er þá svæðið alveg hérna yfir. Nú, þeir sem eru hérna á milli, til að finna út hversu margir þeir eru, þá þurfum við vantilega bara að draga þennan hérna hluta frá, sem er sameiginlegur, og gerum bara 84% mínus 16%, eða 0,84 mínus 0,16 og fáum út 0,68 eða 68% sem er þetta hér. Að lokum ætlum við að reikna út hvað maður þarf að borða mikið af sykri til að verða í hópi 10 mestu sælgætisgrísana, við getum orðað það svo. Og þá þurfum við að slá inn hina skipunum sem við komum til að nota mikið í normaldreifingunni. Það er andhverf normal og við erum ennþá með meðaltalið 1000 og staðalfráviki 200 og ef við ætlum að vera í hópi 10% efstu sem er einhvers staðar á þessu bili, það þýðir það að 90% er fyrir neðan okkur og það er það sem við verðum að reikna. 90% er í tugabróti 0,9 og við fáum út hérna 1256 grömm. Ég myndi sé þannig stað hérna, það er sirka hér. Þannig að ef við ætlum að vera í hópi 10 mestu sælgætisgrísana þá þurfum við að vera að borða þetta mikið eða meira.